Ég segja að við séum núna að nú þegar sé allt komið til fjandans undir því kerfi sem við búum við núna. Ég myndi segja að það sé allt komið til fjandans þegar það eru 10.000 fátæk börn sem alast upp á Íslandi, alast upp við skort, svengt, óöryggi. Ég myndi segja að það sé nú allt farið til fjandans þegar það eru 40% launamanna rúmlega sem að er í fjárhagserfiðleikum og þessi tala nálgast það sem var í rauninni eftir hrun. Hver svona er sem yfirlýstur sósíalisti, svona sem uppáhalds leiðtogi yfir ríki og svona ríki sem að það sem að sósíalismin hefur trónt undir yfirlýstum sósíalista? Hvaða ríki myndir þú segja það væri? Heldur þú að þú sért búin að keyra of mikið á bara þeirri hugmynd það að einkarekstur sé sjálfkrafa vondur, opinber rekstur er sjálfkrafa góður? Kemur þessi spurning, hver er munurinn á ykkur og VG? Það er fyrsta trúverðuleiki, öðru lagi sterk grasrót og í þriðja lagi þar sem að sósíalistar hafa verið að byggja upp sem hreyfing síðust ár. Þannig að við viljum bara halda áfram á þeirri vegferð sem við erum til þess að breyta samfélaginu. Sanna Magdalena Mörtudóttir, hvað segirðu gott? Allt gott. Er það ekki? Gott að komast inn úr rigningunni. Það er ógeðslegt veður. Já. Alveg galið. Hvað þú ert alltaf í strætó? Já. Hvernig hefur strætó á svona dögum? Sko á svona dögum þá leyfi ég mér að hringja í leigubíl og gerði vel við mig og sleppti strætónum í dag. Það getur verið krefjandi að taka strætó, sérstaklega þegar að dagskráin er svona mjög þétt og þú þarf að komast hratt á milli staða. Ég er með bílpróf, það eru margir sem að halda að ég sé ekki með bílpróf en hef ekki verið með bíl í mörg ár og er einhvern veginn bara svona að taka þetta kannski á þrjóskunni. Mér finnst að manneskjar sem að búi miðsvæðis ekki með börn eigi að geta treyst á almenningssamgöngur. En eins og við vitum að þá eru þessar almenningssamgöngur alls ekki áreiðanlegar og það er bara getur verið krefjandi þegar maður er búin að lofa sér að vera mættur á einhverjum ákveðnum tíma og vill auðvitað standa við það, þá getur verið krefjandi að treysta á strætókerfið af því það gengur ekki að vera að koma inn, rennandi blautur og seinn og móður og bara eitthvað, strætó var seitt, þess vegna er ég of sein á hana fund eða of sein í hana þátt. Já, það verður mikið að gera líka núna. Mjög mikið að gera. Hlýtur að vera fleiri leigubíla núna heldur en vanalega. Já, treysta á félaga sem er á bíl en svona tek strætó þegar ég get, þegar ég er til dæmis bara að fara niður í vorstjörnuna, rýmið sem við erum með í Bólholtið, byrja mótnana þar, þá er fínt að taka strætó, ég geti tekið einn vagn, bara beint. Hvernig leggst þið? Hvernig leggst þessi barátt í þig? Mjög vel. Þið mælist inni núna? Það er Framsókn og VG og Píratar samkvæmt síðustu könnun. Þannig það er gott og við bara höldum áfram og þetta leggst vel í okkur. Og svo ég held áfram að bara dást það rýmin okkar í vorstjörnu og þá er búið að vera svo mikið líf þar upp á síðkastið. Fyrst bara þegar við vorum að vinna í listum fyrir öll kjördæmin og skila listum og þetta er náttúrulega allt félagar sem að bjóða fram krafta sína, sjálfboðaliðar og það er enginn þarna í launaðri vinnu. Það er enginn svona skrifstofa sem að heldur utan okkur og er með launaða starfsmenn sem er að tryggja allt gangi vel fyrir sig. Þannig ég bara dáist að félögum bara alla daga sem eru mætt eldsnemma, fara út á kvöldin, jafnvel taka börnin með niður í vorstjörnu og það er komin annan barnahópur og þannig ég bara dáist að eitthvað fólk leggur mikið í þetta og er ekki að biðja neitt nema það vonast bara einilega til þess að út úr þessu komi réttlátara samfélag og mér finnst það svo magnað einhvern veginn hvernig við höfum náð að skila öllu því sem við höfum. Byltingin hafin. Einhvers stað byrjar hún en mér finnst líka bara áhugavert að skoða alltaf söguna því að við sósíalistar við erum hreyfing og það er ekki þannig að við séum að hugsa að allt einhvern veginn lægist með því að komast inn á þing. Auðvitað er það liður í þessari vegferð en við erum auðvitað að skoða stofnanir í nær samfélaginu eins og til dæmis verkalýðshreyfingin þar sem Sólveig Anna Jónsdóttir, sósíalisti, hefur verið mjög öflug að standa með sínu fólki, standa með verkafólki og draga fram í rauninni kröfur starfsfólksins sem heldur svo miklu gangandi í okkar nær umhverfi og ég var að rifja upp þegar ég var unglingur að þá svona í mínum vinahóp og svona fólki kringum hann það leit á stéttarfélög og verkalýðsfélög í rauninni sem stað þar sem að það væri hægt að fá leikla fyrir sumarbústað þannig að það var svona helsta orðra en að það var eitthvað svona hægt að komast í sum og eitthvað þannig en núna finnst mér svo magna að sjá bara hvernig þessi róttæka barátta sem hefur verið leidd af Sólveigu Önnu
hefur bara náð að draga fram raddir fólksins sem að starfa í ýmsum störfum og mér finnst það svo magnað, þú veist, að heyra einhvern veginn beint frá starfsfólkinu. Mér langar sko, það mér langar eins og ég var að nefna við, mér langar að taka hans á hugmyndafræðinni og það er eins og þú veist alveg, skilur, ég ósammála ykkur á mjög mörgum sviðum, en sko, ef þú ættir að hugsa það, hver svona sem yfirlýstur sósíalisti, svona sem uppáhalds leiðtogi yfir ríki og svona ríki það sem sósíalismin hefur trónt undir yfirlýstum sósíalista, hvaða ríki myndirðu segja það væri? Hvaða ríki, sko, ég held ég bara eftir að finna einhvern fyrirmyndar leiðtoga sem að ég sé alveg bara 100% sátt við, sko, og mér finnst líka, sko, við þurfum að skoða hlutin í samhengi. Það er oft verið að tala eitthvað svona önnur lönd og hvernig hlutinir hafa verið þar. Þú veist, við erum með dæmi af sósíalískum velferðarkerfum sem hafa verið innleidd í Norðurlöndunum. Við erum með uppbyggingu hér á Íslandi sem var á þessum svona félagshyggju grunni. Þú veist, ýmislegt hefur verið byggt upp og síðan hefur við séð það hverfa, nefni til dæmis eins og verkamannabústaðakerfið á félagslegum grunni 11.000 íbúðir seldar út úr því kerfi og við sjáum afleiðingarnar af því. Og þú veist, mér finnst aldrei að það þurfa að skoða svona samhengi landana, samhengi þjóðana, skoða einhvern veginn hvernig þetta hefur innleitt. Já, en sko, það ég man það ég var mikill Bernie Bro árið 2016 og það var mjög hrifinn á honum, fór meðal annars á svona rally það var endar, það var 2018-19, þá var hann með einhvers konar rally þannig, örugglega til að preppa upp fyrir 2020 og ég var mjög hrifinn á honum, las Our Revolution og þessar bækur sem hann skrifaði, en sko það einmitt kemur fram forsætisráðherra Svíþjóðar ef ég muna þetta rétt og sagði bara Bernie, þú þarft að hætta að nota okkur sem eitthvað dæmi einhver sósíalist kerfi því að við erum ekki sósíalist kerfi, við erum markaðskapitalist kerfi og það er ástæðan fyrir við getum haft góða velferð. Þannig ég að velta fyrir mér sko, út af því að þú veist, þið eru yfirlýstir sósíalistar, þegar þið eru með stefnu, núna mælist þið með 5%, þannig að það er ólíklegt með líka hvernig þið svona Var ekki 6, eitthvað því nýjastu könnun? Var það ekki 6,7? 6,7, jú, það er rétt. Ég var búin að gleyma, það er annars svo margar sem reyndar annað sem ég langar kannski að ræða eftir, hvað er ótrúlega mikið að skoðanakönnun sem ég finnst ekki kannski vera frábært. En ég samvændi við þetta að ef að stefnan ykkar innleidd að öllu leyti, þá erum við komið með eitthvað svona sósíalist kerfi og þá erum við með mjög mikið af svona mannréttindum og fleira þvíumlíkt sem þá sérstaklega í formi einhvers konar veraldlegra gæða eins og húsnæði og annað þvíumlíkt og þú þekkir þessa umræðu að sagan segir bara að öll svona ríki fara til fjandans og það verður einhvers konar einræðis hugmyndafræði sem að trónir á toppnum. Hefur áhyggjur af því að þegar allir ef þið myndið segja svo að það bara þið eitthvað stórkostli afföll sem bara kemur annar hrun og bara sósíalistar myndið mælast með kringum 40%. Ertu með einhver svona áhyggjur af því að trúir fullkomlega á að stefnan myndi leiða til betra samfélags eða þetta svona líka til þess að ýta aðeins á jaðar en hinum megin? Ég trúi því að stefnan leiði til betra samfélags og vil bara bakka nokkur skref til að sýna fram á af hverju ég trúi því að þessi stefna leiði til betra samfélags. Ég myndi segja að við séum núna að nú þegar sé allt komið til fjandans undir því kerfi sem við búum við núna. Ég myndi segja að það sé allt komið til fjandans þegar það eru 10.000 fátæk börn sem alast upp á Íslandi, alast upp við skort, svengt, óöryggi. Ég myndi segja að það sé nú allt farið til fjandans þegar það eru 40% launamanna rúmlega sem að eru í fjárhagserfiðleikum og þessi tala nálgast það sem var í rauninni eftir hrun. Þannig ég myndi segja að það sé ýmislegt, svo ég noti bara það orð í hlaðvarpi, komið til fjandans í samfélaginu sem við búum í vegna afleiðinga ný frjálshyggju árana þar sem að áherslan hefur verið á að ef að skattar séu lækkaðir á stóreigna fólk og fyrirtækja þá munið einhvern veginn trítla niður til okkar. Ég fætt 92, það trítlaði sér heldur betur ekki niður til mín þar sem að ég upplifði svengt sem barn og ekki eitthvað svona já, einu sinni var mamma búin með peningin 2009, þú veist, bara svona að upplega svengt aftur og aftur og aftur og aftur og þetta veruleiki sem á við mörg börn í dag. Þannig að það kerfi sem við búum við í dag er alls ekki að virka. Og stefnir okkar að miklu leyti snúa því að vinda ofan af þeim breytingum sem áttu sér stað á nýfrjálshyggju árunum. Og hvað meinum við með nýfrjálshyggju árin?
Við erum að tala breytingar sem hafa verið innleiddar kringum 10. áratuginn þegar við sjáum bara hvernig til dæmis þessar skattabreytingar voru innleiddar og við sjáum bara svart á hvítu að skattbyrðin hefur verið færð af þessum efsta hópi samfélagsins sem að hefur mesta auðinn og ég ítreka við erum að tala fólk með mesta auðinn, við erum ekki að tala að skattleggja fólk sem á eitthvað inn á bankabók, sósíalistar ekkert á móti því að fólk eigi eitthvað inn á bankabók, við erum að tala ríkasta fólkið sem til að mynda með helsta auðsinn í formi fjármagnstekna og greiðir ekki útsvar til nær samfélagsins, greiðir ekki útsvar til sveitarfélagsins sem það býr í af þessum fjármagnstekjum og það mjög ósanngjarnt, myndi ég segja, að við erum með launamannisku sem að vinna á fullu, fær laun og það litið svo á að við einhvern veginn að greiða í svona sameiginlegan sjóð til að standa undir eins og þjónustu leikskóla, grunnskóla, sorphirðu, vetrarþjónustu, menning, söfn, sundlegar og svo við með ríkt fólk sem að einmitt, eins og ég segi, hefur helst tekjur sínar á fjármagnstekjum. Það til dæmis undanþegið því að greiða útsvar og þetta finnst mér alls ekki sanngjarnt. Þetta eitthvað sem við myndum vilja setja á og svo ég ítreki bara líka, það eðlilegt að sé þetta eitthvað frítekjumark, það eðlilegt að það sé þrepaskipting, en það óeðlilegt að milljarðamæringar sé ekki að greiða til nærsamfélagsins, það mjög óeðlilegt. En þeir eru þá líklega búnir að greiða það með launatekjum sem þeir greiða bæði út og sjálfum sér, fjármagnstekjunir eru til hliðar við það, þannig að þetta ekki bara það að þeir séu ekkert að greiða til nærsamfélagsins, þeir eru líka launum í flestum tilfellum og eru þá að greiða sérstaklega líka ef þetta einhverja milljarðamæringar sem eru með rekstur þá eru þeir greiða til nærsamfélagsins í samvændi við það að þeir eru að halda fólki í vinnu og það það sem ég langar líka að skilja að núna erum við með til dæmis, tökum bara eitthvað núna til dæmis á meðan við erum að tala saman þá samgöngufundur á Vestfjörðum þar sem einmitt verið að fara að berjast fyrir því að fá betri samgöngur sem eitthvað sem sósíalistar eru eflaust ekki nöpið. En þeir eru að því til þess að viðhalda rekstri og svo Guðmundur Fertram búin að búa til eitthvað úr engu þar sem hann orðinn þessi milljarðamæringur en hann líka að greiða ótrúlega mikið inn í sitt samfélag, hann að greiða ótrúlega mikið af sínum tekjum í skatt, bæði í útsvar og annað og hann líka heldur fólki í vinnu við það að sinna nærsamfélaginu og þar að leiðandi verða til leikskólapláss og þar að leiðandi verða til velmegun á Ísafirði, sama sagan gildir sunnanverða Vestfirði. Og þegar þú talar þetta að sé eitthvað nefnir bara svona sjálfkrafa sanngjarnt að ríkið eigi aðkomu að því að fá pening fólks að þá erum við að gera ráð fyrir því að það sé ekkert annað sem að verður til miða við þá stöðu sem að í verðmætasköpun og það það sem mig langar að skilja ef þú hugsa bara tökum bara eldri konu í Hnífsdal og hún prjónar peysur og selur nágrönnum sínum. Peysan það sem jákvætt við það. Ekki sú hlutdeild af því fjármagni sem að hún fær sem að þú telur þig að taka af henni fyrir það að vera að prjóna peysunar. Þannig að mér langar líka að skilja þegar þú talar skatttekjur þá hlýtur að gera þig grein fyrir því líka að það eru þau verðmæti, þetta líka neytendavernd að viðhalda nægilega lágu skatthlutfalli til þess að fólk geti haldið í rekstur. Það við getum alveg skattlagt alla til fjandans svo við höldum okkur við það orðbragð við getum alveg verið að skattleggja fólk eins og okkur listir en það breytir því ekki að það varan sem jákvæð hlutur ég var að nefna Guðmund Fertram áðan hann milljarðamæringur ég samt bara ánægður með það að hann sé milljarðamæringur með við þau líf sem hann hefur getað í rauninni endurvakið með því að græða sár að það þeim sem sérstaklega sykursjúkir. Þannig að þegar þú ert að hugsa þetta út frá þessum hugmyndum það að skatttekjur séu bara einhver sjálfkrafa réttur ríkisins að ég langar að skilja telur það að vera út af einhverju sanngirnis hugmyndum eða telur það að sé til þess að búa til meiri verðmæti hvernig sér þetta fyrir þér? Ok, mjög margar góðar áhugaverðar spurningar við erum að tala að skattleggja eftir til dæmis stærð fyrirtækja. Við erum að tala að einmitt þau stærstu að þau greiði mest en að þau minnstu sé ekki að greiða þannig. Og ef við skoðum bara hvernig struktúrin hjá okkur.
skoðum hver að greiða skatt, hver að greiða hlutfallslega kannski meira en aðrir í samræmi við tekjur, að þá kerfið þannig að fjármagnstekjur eru ekki skattlagðar með sambærilegum hætti og launatekjur, samanber dæmið með útsvarið. Og það mjög óeðlilegt að ef einhver hefur miklar og háar tekjur, að einhver láglaunamanneskja sé að greiða í rauninni hlutfallslega meira inn í nærsamfélagið heldur en að þessi sem hefur mjög mikla tekjur. Hann að greiða miklu hærri tekjur, hann að greiða miklu hærri skatta, 70% af sköttunum kemur frá efstu 10%. En ekki eins og til dæmis útsvar. Segjum að þú sért að reikna til dæmis lágar launatekjur og ert með helstu tekjunar í formi útsvars og þú greiðir 0 af fjármagnstekjunum til nærsamfélagsins, að meðan launamanneskjan greiðir til nærsamfélagsins. Finnst þið það sanngjarnt? Já, mér finnst það sanngjarnt, því ég veit að þessi manneskja líklega þá að greiða fólki laun sem náttúrulega algjörlega stjórnlaust stýrt og ég sammálaður að tekjuskattskerfið allt og hátt. En ég skil ekki hvernig það getur verið neikvætt að ef einhver heldur einhverjum í vinnu. Og ég meina, þú sér það líka bara, þú segir já, það bara svo mikið af ríku fólki sem að græða svo mikið af pening og þar alveg en þurfum við að grípa inn í til þess að vera eitthvað í sanngirni. En ég meina, það eru fyrirtæki sem að þurft að leggja í laupana, ég meina, Skaginn 3Rex, hann þurft að leggja í laupana einfallega út af því að hann gat ekki séð fyrir sér að vera í rekstri. Og ég meina það fullt af afleitum fyrirtækjum svo sem að þurfa líka að leggja í laupana út af því að þau eru ekki að þjónusta hinn fyrirtækin. Og þar ertu með bara eitthvað heilt bæjarfélag sem búið að missa allar sínar tekjur, búin að missa öll sín störf, þurfa að fara í bæinn til þess að fara í það að vinna, bara út af því að við erum með einhverja hugmyndir skatta til þess að grípa inn í. Ég kom með góða skýringamynd, bara aðeins smá sögulegt samhengi. Út af þessari brauðmóla kenningu nýfrjálshyggjunnar sem að einhvern veginn áherslan á bara eitthvað, við þurfum að létta, við getum ekki látið fyrirtækjaeigendur, stórfyrirtækjaeigendur og ríkt fólk greiða svona mikla skatta, það er hugmyndafræðin. Við þurfum að létta einhvern veginn álaginn af þeim, svo þeir fái bara rými og frelsi til þess að fara í verðmætasköpun fyrir okkur og til þess að hafa bara svona nægt rými til þess að einhvern veginn geta skapað auð fyrir samfélagið. Það var hugmyndafræðin. Og trúin var að þeir myndi skapa svo mikinn auð sem myndi síðan trítla niður til okkar sem virkaði ekki. Það sem gerðist með því að létta sköttum af hátekjufólki og stóreignafólki að það bjóð til gat í ríkissjóði. Og þetta gat hefur leitt til þess að ríkissjóður núna rekinn í halla. Það hefur verið tekið saman í rauninni hvað við myndum fá mikið inn í ríkissjóð ef að fjármagnstekjur væri skattlagðar með svipum hætti og launatekjur. Og það eru auðvitað ýmsar sviðsmyndir að því, en ef við tökum svona viðmiðið sem eins og hefur verið tekið fram, þá erum við að tala cirka 50 milljarða fyrir árið 2023 sem að hefði þá komið inn í ríkissjóð ef að fjármagnstekjur hefði verið skattlagðar með sambærilegum hætti og launatekjur. Það er þá gert einu sinni og svo aldrei aftur út af því að það myndi þá ekki vera rekstur sem er viðhaldið mjög lengi. Ef þú myndir setja inn í eitthvað svona Excel-skjalið að á næsta ári hækki reksturinn, sérstaklega til dæmis í alþjóðasamkeppni, að reksturinn hækki 20% til viðbótar við þeim 22% sem voru búin að greiða, að þá verður þú ekki rekst á næsta ári. Þannig að já, við getum gert þetta einu sinni, en svo myndum við aldrei gera þetta aftur. En svo ég held áfram, þessi skattalækkun hefur leitt til þess að það gat í ríkissjóði og þá þarf einhvern ríkissjóður að reka sig. Hvað gerir hann þá? Hann hækkar til dæmis þjónustugjöld, hann selur almannagæði eins og til dæmis uppboð lóða sem skila sér í það sem heitir byggingaréttargjald hjá sveitarfélögum, þannig að það leiðir til hærra íbúðaverðs að því að þú ert farin að greiða í rauninni gjald fyrir lóðina, farin að byggja upp, þá skilar það sér út í íbúðaverði, hver greiðir fyrir það, manneskjan sem að fara að búa þarna á staðnum, þannig að það skila sér út í verði til almenning sem náttúrulega slæmt fyrir allan almenning og við sjáum líka að það svona aukin áhersla á útvistun og einkarekstur og þegar við sjáum með útvistun að þá þessi svokallaði hagnaður, honum náð fram með einhverjum hætti, þessi skilaboð með þessi ódýra fyrir sveitafélag, bjóða út þjónustuna, það skila sér til dæmis í því að eins og vagnstjórar sem að starfa fyrir Strætó BS rauninni ráðnir inn í gegnum sitthvort fyrirtækið og með mismöndi kjör, þar sem að þeir sem kom inn í gegnum útvistun í rauninni með verri kjör heldur en þeir sem eru fastráðnir, þannig að þessi hagræðing alltaf tekin út með einhverjum hætti og það bitnar alltaf á almenningi. Það er ekki eins og þessi skattalækkun hafi leitt til þess að við almenningur séum eitthvað að njóta góðs af, að því eins og ég segi, það kemur gat í ríkissjóði, það kemur hallarekstur, það er aukinn fjármagnskostnaður sem lendir á okkur almenningi, þannig að þessi dæmi sýna skýrt fram á hvernig við erum ekki að græða á þessu fyrirkomulagi. Já, við verðum ekki sammála það var kannski fyrir sjálega.
jöfnuður sko því að við talaðum að hámarkslaun, ég held að fengi þessa spurningu líka á Stefaníunni en mér langast að spyrja aftur út af því að mér langar að fara út í jöfnuð að sko, ég meina ég veit til dæmis að ef að öll laun yrðu miðuð við eða hæstu laun yrðu miðuð við þreföld lágmarkslaun að þá myndu engin læknar vera hérna til að sinna þjónustu og þá myndu ekki vera verkfræðingar hérna til þess að byggja upp hérna innviðina. Þannig ég velti fyrir mér sko hversu jöfn eigum við að vera? Mér er sko áhugavert þegar það talað sko munina milli hæstu og lægstu launa að þá fyrir fólk alltaf í að miða sko við gólfið einhvern veginn. Í staðin fyrir að hugsa býtu þurfum við ekki bara að hækka gólfið svo að þessi hæstu laun séu þá þar sem hægri menn vilja tala sem samkeppnishæf, skilju, þú veist, þarf ekki að hækka gólfið. Já, þeir gerðu það í Zimbabwe til þess að hérna koma til móts við einhver hópa og þar að leiðandi prentuðu bara peningin á kerfið og þar að leiðandi hefur gjaldmiðil sem er verðlaus einfald út af því að það er ekki hægt að nota út af því að við erum bara að hækka gólfið ég meina, við höfum í rauninni verið að hækka gólfið hérna undanfarin 10 ár þar sem að við höfum verið að hækka allir með bara 2023 voru laun hækkuð 8,75 til 11,85% sem var algjörlega stjörnugalin hugmynd og þá var það sérstaklega til þess að koma til móts við hérna lægstsettu pluss þetta var náttúrulega líka ofan á það að sett krónutöluhækkun. Þannig að þetta var algjörlega hræðileg hugmynd og þar að leiðandi fengum við verðbólgu og þú veist að vita þetta, þú veist þegar maður tala við hagfræðinga, maður tala við Kristrúnu eða eitthvað þannig, þú veist að vita allir af hverju þetta var gert. Þetta var til þess að friðþægja stéttarfélögin en við fengum bara verðbólgun í staðinn. Þannig að sko þessar hugmyndu þegar ég er í launadeild kjara hérna samhengis að þá erum við hérna eða launaráði eða hvað sem þetta heitir. Við erum bara að hækka laun til þess að eldastu skottið á okkur út af verðbólgu og þar að leiðandi hækkar húsnæðisverð en við tengjum bara ekki þessa 2 punkta. Líka auðvitað er krafan á launahækkun þegar að launin okkar fara bara öll í til dæmis húsnæðiskostnað. Að meðan að húsnæðismarkaðurinn er eins og hann er og stjórnvöld hafa ekki verið tilbúin til þess að laga húsnæðismarkaðinn, til þess að byggja félagslegum grunni, til að lækka húsnæðisverð, að þá auðvitað er krafan hjá launafólki svo að fá meira í umslagi til þess að geta greitt þennan fáranlega húsnæðiskostnað. Þannig auðvitað væri eðlilegt að eins og við sósíalistar lítum á það að hið opinbera komi að uppbyggingu þannig uppbygging sé félagsleg með það markmiðið þetta að húsnæðiskostnaðir sé ekki svona ótrúlega hár að því núna, þú veist að dæmum að fólk sé að greiða 70-80% af sínum tekjum í leiguverð eða kannski nýkomin inn á húsnæðismarkað. Þannig þetta er þetta líka liðir sem þarf að skoða því að þetta ef að húsnæðisverð fer alltaf hækkandi að því við erum með markasdrifið húsnæðiskerfi þar sem að leigjendur þurfa bara að sætta sig við það sem að leigusalinn ákveður að gera. Það er engin rauninni rammi utan það hvað leigusali má fara fram á leiguverði verði hátt. Þannig að leigjendur eru bara í þessari stöðu að þurfa einhvern veginn að sætta sig við þetta að enda á götunni eða þú veist búa inn á fjölskyldu eða í þröngbýli eða búa jafnvel með einhverjum maka sem þau vilja ekki ennþá vera með því það er bara of dýrt að hætta saman og finna sér einn íbúð. Þannig að þetta er þetta ástand, þessi húsnæðiskrísa sem að verður að laga og það er ekki hægt að laga hana með sömu formúlun sem hafa hingað til ekki virkað. Ef við skoðum til dæmis bara dæmi í löndum í kringum okkur þá sjáum við til dæmis Vínaborg, Austurríki, þar er fjórðungur húsnæðis í eigu sveitarfélaga. Það er miklu eðlilegra að vera svona leigja á félagslegum grunni. Þú veist, það er ekki þannig að þú þurfir að uppfylla nógu mörg stig fyrir að vera bara í það erfiðri félagslegri og fjárhagslegri stöðu og einhvern veginn svona bera sálðína borð fyrir félagsmála yfirvöldum til þess að fá húsnæði sem er af viðráðanlegu verði. Það er einhvern veginn hugsunum bara svona já, þú veist, við þurfum öll húsnæði. Það er bara eðlilegt að opinbera koma að þessu. Það er eðlilegt að óhagnaðardrifin félög koma að þessu og 20% er í gegnum einhvers konar svona óhagnaðardrifin félög. Þannig að stór hluti af húsnæðismarkaði, eða maður kalla það, er í höndum þá hins félagslega, eða hins opinbera á félagslegum grunni eða þá einhver félög sem eru að bjóða upp á gott og ódýrt húsnæði. Þannig þetta er eitthvað sem þarf að laga því að við höldum áfram á þessari leið þar sem húsnæðisverð bara hækkar miklu meira en aðrar hagstærðir í landinu að þá auðvitað hefur launafólkurinn ekkert annað en að segja bara ég þarf að fá hærri laun ef ég á greiðan en stjartfræðilega háa húsnæðiskostnað og annað líka eins og ef við skoðum til dæmis bara húsnæðisstuðning sem er greiddur til leigjanda. Mjög eðlilegt og auðvitað á að styðja við leigjendur að því það er ekki hægt að skilja þau eftir í einmitt bara
helvítinu, svo ég held áfram með orðalagi sem við erum með þarna og það er ekki hægt að skilja leigjendur eftir í einhverju svona stöðu þar sem þú ert að greiða bara, þú veist, eiginlega allar þína tekjur í húsnæðiskostnað og átt ekkert eftir þegar þú ert búin að greiða leiguna en þá er það samt sko þróun, þú veist, við sjáum núna, það er gert ráð fyrir því að Reykjavíkurborg muni greiða úr borgarsjóði 1,8 miljard á næsta ári í greiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings. Ef við skoðum 3 ára tímabil þá er þetta 5 miljardar sem fara í að í rauninni hjálpa leigjendum að greiða niður okurleigu. Og ef þetta heldur bara svona áfram þá erum við að setja milljarða í að M1 greiða fyrir hagnaðardrifna leigu, þú veist, og það er auðvitað væri miklu betra að fara í frekari uppbyggingu á félagslegu húsnæði þar sem að verðið er lágt í staðin fyrir að vera alltaf að nýta milljarðana í að greiða niður okurleigu. En hvernig ætlar að halda út af því að ég meina það kostar að byggja vinnuaflið sem að krefst er ótrúlega mikið kunnáttan sem að krefst er ótrúlega mikil það er ótrúlega dýrt að byggja húsnæði hvernig ætlar að halda þessu verði svona lágu og ertu þá að segja að við séum að fara niður, þú veist, þá ertu að segja við skattgreiðendur að þið eruð að fara að borga fyrir húsnæði sem að þið eruð ekki að fara að búa í. Sko, bara hið opinbera þarf að koma uppbyggingu og... En hið opinbera bara skattgreiðendur. Þannig að þú ert að segja skattgreiðendur er að fara að borga fyrir húsnæði sem eru ekki að fara að búa í. Sko, þetta eru ok, ég ætla bara að klára þessa röksemdafærslu. Þegar opinbera á að koma að uppbyggingu og það er auðvitað bara gott fyrir okkur öll. Þú veist, það er ekki gott fyrir okkur að búa í samfélagi þar sem það er heimilisleysi, þar sem það er ójöfnur, ítir undir glæpi, þú veist, slæmt fyrir okkur öll. Þannig að þegar opinbera kemur að húsnæðis uppbyggingu með það markmiði að það sé á félagslegum forsendum og ekki hagnaður út úr því, að þá auðvitað lækka það kostnað, af því það hækkar kostnað ef þú ert að færa í rauninni uppbyggingu í hendur aðila sem að vilja græða á ferlinu. Þannig ef að þetta er á forsendum hins félagslega, hins opinbera, sem er rauninni að byggja upp fyrir fólk en ekki fyrir fjárfesta, að þá þetta, þú veist, lækkar það kostnaðinn. Þannig það er bara, þú veist, eins og ég segi, það er eðlilegt, við greiðum öll í sameiginlegan sjóð fyrir þessi gæði sem við þurfum og það er bara gott fyrir okkur öll. Ég held bara að þetta endi eins og allar opinbera, ég meina þú hefur með þess að gagnrýna þetta mjög mikið eins og með Sorpu og annað, þess að sem þið opinbera er að sinna einhvers konar þjónustu og þeir eru bara að maka krókinn á einhverjum öðrum sviðum þar sem þeir eru að búa til verkefni handa alls konar bubbum til þess að vera að viðhalda einhverju fræntegli. Það myndi nákvæmlega gerast í þessu félagslega húsnæði ef hið opinbera fara að byggja. Hið opinbera er bara milliliður í því að búa til þetta félagslega húsnæði. En þú voru að svara spurningunni, skattgreiðendur eru þá að fara að greiða fyrir húsnæði sem þeir eru ekki að fara að búa í. En það er þá líka, þú getur alveg færstur aukur því, já, ég meina, viljum við ekki glæpalaust samfélag, viljum við ekki búa við í landi þar sem að fólk hefur það eins betra, en það er samt grunnforsendan. En það myndi alveg hluti af þeim búa í þessum íbúðum. Eða þú veist, það myndi alveg hópur búið í þessum íbúðum. Já, en ég meina, ég efast það að hæstu 10% sé þar sá hópur sem að þú ert með í huga þegar þú ert að tala um félagslegt húsnæði. En svo sjáum við líka... En þeir greiða 70% af öllum skatttekjum. En svo sjáum við líka, þegar að uppbygging húsnæðis við fáum síðan inn leigutekjur frá þessu húsnæði, það skila sér náttúrulega inn í, þú veist, borgarsjóði eða bæjarsjóði eða hvernig sem það er, þú veist, þannig að þetta borgar sig, skilur við, þú veist, við sjáum alltaf stöða leigutekjur sem koma inn út af þessu. En mér langar líka að tala um því að tala um bara í rauninni kannski lýðræðisvæðingu þessara félaga, því það er líka eitt sem sósíalistar leggjum áherslu á, að fólki sjálft einhvern veginn komi að þessum félögum, þessum stofnunum, að því við erum ekki að hugsa þannig einhvern veginn að því opinbera eigi bara eitthvað miðstýra öllu og við erum alltaf hreinu. Við myndum til dæmis vilja sjá eins og hérna í félagslega húsnæðiskerfinu hjá Reykjavíkurborg, félagsbústöðum, að leigjendur sitja í stjórn og ég vil bara minna á að þegar við komum inn í borgina 2018 þá var það eitt sem við gerðum að við tilnefndum í rauninni leigjenda inn í stjórn félagsbústaða fyrir hönd minnihlutans, að því það er mjög eðlilegt að þessi rödd sé þarna. Þú veist, það er ekki eðlilegt að sé bara fólk sem að býr ekki í þessu kerfi þarna, að því við viljum heyra þessa rödd beint frá þeim sem að hafa þekkinguna og hafa reynsluna til þess að heyra bara beint bara ok, hvað er leigjendur að leggja áherslu á, eins og til dæmis það er mikill kostnaður núna bara við milliflutninga í félagsbústöðum, það kostnaður út af því að fólk er til dæmis ofta að fá úthlutað íbúð í einhverju hverfi sem að hendur ekki þeirra þörfum og þá þetta sækir milliflutning og þá þarf einhvern veginn að fara að stansita íbúðuna eftir að manneskjan flytur. Þú veist, það er að fyrirbyggja alls konar svona kostnað með því að hlusta bara meira á raddi leigjenda. Já, algjörlega, en ég meina félagsbústaðir eru núna líka að þú myndir telja að vera að greiða eða innheimta okurleigu og þeir eru búin að segja frá því að þeir þurfa að fara að hækka leiguna ennþá meira til að standa undir kostnaði og ég meina, ég held eins og með allar opinbera framkvæmdir þá færa þar
fara þær verulega úr hófi fram. Hvernig ætlaði að koma í veg fyrir þessa framúrkeyrslu? Þið ætlaði, ég held að þegar ég fekk Trausta Breiðfjörð síðast að talaði hann að 30% alls húsnæðis ætti að vera á félagslegum grunni. Mér þykir það alveg ótrúlega einkennilegt að skakkareyndur eigi að fara að borga fyrir húsnæði 30% allra landsmanna og mér þykir það svona ákveðin, ég ætla að segja, þetta er svona, hvað ég að segja, þetta er skortur á ákveðinni trú á fólki sem ég finnst reyndar vera almennt í sósíalisma, að trúa ekki því að fólk geti verið sjálfu sér nægt, að fólk geti búið við slíkan eldmóð og slíkan dugnað að þau geti náð sínum markmiðum án þess að ríkið komi einhvern veginn sjálfkrafa inn. Og það er það sem er svona kannski í þessum húsnæðisumræðum öllum, að bara ég vil ekki endilega að ungt fólk fái það hugmynd að þau geti ekki verið sjálfu sér nægt og geti ekki tekist á við lífið nema að sé eitthvað fólk sem að tekur opinbera framkvæmdir og þær fara í mikla framúrkeyrslu til þess að lifa hamingjusömu lífi. Þetta er svo mikið vantrú á fólk að vera að segja við það stanslaust allan daginn, já nei, ég þarf nú að koma hérna inni og ég þarf að búa til húsnæði handar og ég þarf að sjá þau fyrir mat og ég þarf að sjá þau fyrir þessu og ég þarf að sjá þau fyrir þessu. Já, við getum alveg sammála með ákveðnar framkvæmdir í sambandi við vegi og heilbrigðisþjónustu og menntamál. En að ríkið sé einhvern veginn að fara að taka utan um þig og sjá um þig. En við viljum með líka treysta fólki eins og bara með húsnæðissamvinnufélög, kannski einhvers starfshóps, einhvers sérstök stétt sem að kemur saman, námsmann. En það er ekkert sem stendur í vegi fyrir fólki að gera slíkt. Það þarf ekki hið opinbera. En það þarf ekki hið opinbera í hvert einasta hvert einasta skref, í hverju einasta alltaf þegar fólk fyrir einhvers konar aðgerðir í svona eigin lífi, hið opinbera þarf ekki alltaf að vera þar til þess einhvern veginn að passa upp á allt sé í lagi. Nei. Af hverju erum við þá að tala um af hverju erum við þá að gera þetta gennum pólitíkina? En við erum líka að tala um eins og húsnæðissamvinnufélög og það er bara, það er ekkert eitthvað auðveldast í heimi að stofna húsnæðissamvinnufélög. Þú færð ekki til dæmis lóð hjá sveitarfélaginu, þú þarft að greiða hátt gjald af því að núna út af þessum skattalækkunum að þá að byrja að selja almannagæði til að fylla upp í þetta gat og þannig að lóðin fer til hæstbjóðanda, sá sem greiði mest færi lóðina, þannig að það er erfitt fyrir eitthvað sem að vill bara kannski byggja sér hús með sinni fjölskyldu að fara einhvern veginn að fá bara úthlutað lóð eða með sínu samvinnufélagi. Þannig þetta er, þannig við erum líka að tala um bara vald til fólksins, en það þarf auðvitað að breytast ýmislegt í umgjörð hins opinbera svo að það verða veruleika. Og svo að því þú ert að tala um að þið opinbera sé með afskipti í öllu. Eigum við þá að leggja niður sundlaugar, eigum við að leggja niður bókasöfn, er ekki skrítið þá hefði opinbera sig að niðurgreiða það, hvað finnst þér um það? Ég er bara forvitin, Nei, ég er bara hjartanlega, ég meina sundlaugar og bókasöfn eru almannagæði sem ég er mjög hlindur, ég ætla þótti alveg galið, manstu bara núna fyrir skömmu, þá var verið að tala um að minnka tíman á sundlaugunum og loka bókasöfnum og svo er borgin í einhverjum gölnum aðgerðum yfir sumatíman og ég var bara, þessi forgangsröðun er eiginlega bara með ólíkindum svo erum við bara með 4 milljarða í einhverja flokkunarstöðu sem virkar ekki neitt og við erum alveg búin að gera grína á okkur gríð og erg og svo er einmitt í einhverju svona litlum almannagæðum, sérstaklega sem að varða börn að þá eru eitthvað já nei við þurfum að stoppa þetta, það þarf að loka bókasöfnunum og við þurfum að loka sundlaugunum. Ég er alveg sammálaður þar En af hverju má, svo ég reynir bara að orða þetta eins og hægri manneskja, af hverju má hafa þá afskipti ríkisvaldsins þar, af hverju þykir okkur eðlilegt að fólk sé að greiða fyrir þjónustu sem það sé að notar ekki, af hverju er eðlilegt að þá vera að greiða fyrir opinbera þjónustu sem kannski stór hluti minn aldrei lappin á bókasöfn og lega sér bók, af hverju er það eðlilegt en annað ekki, þegar það tengist til dæmis grundvalla mannréttindum eins og tryggja öruggt húsnæði, sérstaklega í ljósi þess að núverandi kerfi hefur ekki gengið upp til að tryggja öruggt húsnæði fyrir alla, markaðurinn hefur ekki virkað til að tryggja öruggt húsnæði fyrir alla. Já, ég meina þetta er bara fínasta spurning en ég meina
þegar þegar við erum að tala húsnæði þá verður það sjálfkrafa einkaréttur annars. Ég meina það að þú myndir fá húsnæði á félagslegum grunni sem ég myndi greiða fyrir, ég myndi ekki hafa aðgengi að þessu húsnæði. Þannig að það allt annað að vera að tala það að vera sko, ok, það þetta, ef þú tegir eitthvað svona anarki kapitalisma, að þá bara, við þurfum að taka bara einkavæða vegina og einkavæða út af því að ég nota þá ekki stundum og eitthvað þannig. Og ég meina ég ekki sammála því og ég meina eins og segi, ég frjálshyggjumaður í svona sterka frjálshyggju taugar sko, en ég eins og segi, þú veist, ég tek þetta svona á case by case basis svolítið, þannig að eins og með bókasöfnin og annað, ég meina ég hrifinn að því að sé almannagæði eins og bókasöfn þó svo að sé ekki allir sem nota það, en það aðgengisstýringin sem fyrir taugarnar á mér. Og sko ég var nú að fletta því upp bara daginn að hvert skipti sem að stjórnmálamenn hafa sagt að húsnæði séu mannréttindi, þá það ekki endilega sko leiðtogar sem við orðum upp til jákvæðum augum, heldur þetta einræðisherrar sem að nota orðið að húsnæði séu mannréttindi. En og ég eins og segir sko, ég held að sé í þessum einræðisríkjum þar sem að húsnæðismál hafa einmitt verið sagð vera mannréttindi, að þá hefur það, ég held að hafa ekki komið að vondu, ég held að þetta fólk hafi ekki upphaflega sagt að það væri vond, ég held að einmitt hafi talað um það, þetta væri eitthvað sem að fólk þyrfti og fólk ætti að hafa nægt af og fleira þar fram undir götunum. Og svo erum við félagsbústaðir sem eru allt of dýrir og þar af leiðandi svona ákveðin vitnisburður það að gera þetta einhverjum mannréttindamáli ekki eitthvað sem virkar. En ég alveg sammálaður, sko, en það svo ég segi það nú aftur, aðgangsstýringin, það að segja ég kemst inn í félagslegt húsnæði, þú aðstofar mig við að borga fyrir það, þú er ekki aðgengi að því. Leigjandinn samt að greiða niður lánið með þessum leiðum þá myndum við segja þá að leigjandinn borgar nákvæmlega í því hlutfalli sem að það kostaði að búa til þessa byggingu. Það að segja að ríkið fjármagniða en svo borgi leigjandinn nákvæmlega það fjármagn sem að þarf til þess að endurgreiða þetta lána á einhverjum x tíma. Eða erum við að hugsa leigan myndi þá vera undir markaðsverði, gerir ég ráð fyrir? Núna hún í kringum 60, svona nálgast 70 í einhverjum tilfellum hjá félagsbústöðum af markaðsleigunni fyrir eftir íbúðum. En sko, þú veist þessi þú talar um aðgangsstýringu. Við sósíalistar tölum fyrir því að sko, að þú veist að ætti að líta á þetta sem miklu almennara í rauninni að þú sért í félagslegu húsnæðiskerfi og það áhugavert sko hvar setur maður orðið félagslegt? Við segjum til dæmis ekki félagslegt sundlaugakerfi, félagslegt bókasafnskerfi, þar sem allir fá bara aðgang, skilurðu, þú veist. Þetta eru almannagæði. Já, almannagæði. Húsnæði ekki almannagæði. Ég myndi nú segja þetta sé, þú veist, grunnurinn í okkar lífi sem við erum að hafa. En ok, það bara mjög eðlilegt að gera þetta svona, hvað segir maður, almennara, eins og þekkist í mörgum löndum í kringum okkur. Þá myndi ég telja að væri alveg eðlilegt að gera þetta almennara, þannig að þú sért ekki með bara 5% til dæmis í Reykjavíkurborg sem að þá komast í þetta félagslega húsnæði og það fátækt fólk í rauninni í samkeppni við annað fátækt fólk að komast þangað inn af því það ekki tilnægt húsnæði og þú ert einhvern veginn með hópa fólki sem reyna að sannfæra einhvern veginn aðra að það meiri rétt á að komast þangað inn. Þú veist, eðlilega þurfum við öll húsnæði, hvernig ætlum við að tryggja það, ekki með markaðslausnum því það hefur ekki verið að virka. Það eðlilegt að húsnæðisuppbygging sé á félagslegum forsendum af því þetta grundvallar mannréttindi í okkar lífi sem við þurfum að eiga. Það ekki eðlilegt að einhver sé húsnæðislaus og fólk sé bara eitthvað ekki með öruggt heimili af því að krafan að einhver verði að græða uppbyggingunni sé sterkar en að útvega öllum öruggt heimili. Mér finnst það ekki. Mér finnst það bara mjög galið. Mér finnst það bara mjög skrítið. Þú veist, það eitthvað ekki að virka í þessu kapitalísku hagkerfi ef við búum við þessa stöðu að fullt af fólki býr bara við óöryggi á húsnæðismarkaði. Þú veist, það ekki, þú veist, kapitalismin ekki að virka, sko. Þú sagðist að það var lofað mér að þú myndir ekki tala illa um kapitalismin. Sko, tölum eitthvað annað. Hvað, sko, húsnæðismálin, hvað heldur að verði, það er heilbrigðismálin, koma til stertinn. Hvernig sérðu fyrir heilbrigðismálin? Eins og í öllu, þá þarf að hlusta meira fólki sem að vinna í þessu dagstaglega. Þú veist, ég trúi því ekki að... Það vil meira einkarekstur. Ég veit þetta for a fact. Ekki hvað allir, ekki hvað Nei, alls ekki allir, en ég menna það er mjög sterk rödd út af því ég gerði meistarritgerðina mína heilbrigði, eða stöðu Landspítalans og gerði svona þarfagreiningu á mannafla og fjármagni og ég veit að það er mjög sterk rödd, jafnvel meðal þeirra sem eru inn á Landspítala að þeir vilja í rauninni ýta undir það að það yrði ekki endilega settur á markaðshagkerfis fyrirkomulag, það sem þetta er einkarekið, en þeir vilja samt að það verði búið til eitthvað hvatakerfi sem er eins og hjá einkarekstrinum út af því að allir sem eru á heilsugæslustöðunum eru
hamingjusamir í sínu starfi, ekkert allir, mjög margir í sínu starfi inn á heilsugæslustöðunum eru með meiri starfsánægju heldur en Landspítalanum og þetta bara þekkt og það stjórnendur sem tala þetta að það auðveldar að fá hjúkrunarfræðinga til þess að vinna á klínikinni út af því, og læknarna líka, út af því að það meiri starfsánægja þar sem einkarekstur. En af hverju ætli þessi áhersla sé komin? Af hverju ætli einkarekstur hljómi vel í augum fólks sem einhvers konar lausn? Af því að þú veist auðvitað ef það búið að grafa undan kerfinu ár eftir ár, ef það búið að hola það innan, ef það ekki búið að þú veist senda fjárstuðning í takt við þarfir, ef það ekki búið að þú veist hlusta þarfir starfsfólk sem bara eitthvað við þurfum betri aðbúnað, við þurfum meira rými, við þurfum bara starfsaðstæður þannig við náum að þú veist aðtapna okkur þegar við förum þú veist inn á skrifstofuna til að skrá niður allt sjúklingana að þá einhvern veginn erum við að gera þetta bara að þú veist liggum við inn í einhverju kannski kompu eða eitthvað skilur við, þú veist þannig að starfsaðstæður þú veist það að bæta þær, það að nægt rými þannig að fólk sé ekki bara eitthvað liggjandi fram á göngunum skilur við alls konar svona og stuðningur hefur ekki fyllt í takt við þarfir, í takt við ákall þeirra sem að vinna þarna og að segja bara eitthvað þessar starfsaðstæður eru óboðlegar, eru ekki óboðlegar. Það verið að búa til nýjan spítala fyrir 210,8 milljarðar. En núna, bara eins og kerfið núna, þá vinnum við ekki í þessum spítala sem ekki tilbúin, skilur við. Það samt búið að fara að endurbæta líka. Þannig að þú veist, að meðan að auðvitað þú ert ekki að fá það sem að þú þarft á að halda til að geta sinnt starfiðinu, þá alveg eðlilegt að einhver svona önnur lausn hljómi kannski bara sem einhver frábær lausn á meðan að þú veist það búið að gera hitt kerfi svo ömurlegt. Þannig að mér finnst alveg líka mikilvægt að skoða bara þú veist, ef fólk að tala fyrir einhverju, hvernig komst það þeirri niðurstöðu? Hver var í rauninni undan farið þess að það hljómaði sem lausn? Mér finnst það líka mikilvægt. Það þarf alltaf að skoða í rauninni sögulegt samhengi í öllu. Sko, það náttúrulega að mínum mati, ég tel að það sé rétt, ég meina að það til dæmis kerfi sem þetta DRG-kerfið sem ekki mjög sósíalískt í anda át af því að það svona hvatningakerfi þar sem að þú græðir eftir því sem að þú stendur þig betur og sá hvati í rauninni verður til þess að allar deildir fara að vinna betur og ég held að þetta sé mjög ábótavant og ég held að þetta sé mjög mikilvægt. Það náttúrulega verið að innleiða þetta kerfi en sko sósíalísk hugmyndafræði að mínum mati náttúrulega snýst það að verja lægsta samnefnara, það að segja sá starfsmaður sem að standa sig verst sá það vígi sem að þarf að verja út af því að við viljum öll vera jöfn og það sem ég tel að sé vandinn að það búið að móta þannig hugmyndafræði sérstaklega innan stéttarfélagana og annað þar sem að ef að kemur starfsmaður með mjög mikla reynslu og mjög mikla getu til þess að sinna flóknum verkefnum og sinna meiri og vera meiri framleiðin inn í kerfið að hann fer inn í þrönga launatöflu og það má ekki vera umbuna þeim sem að gera betur. Það mjög þröngar aðstæður og fjármagn einfaldlega og ef þú prófar að tala við stjórnendur út af að tala að það hlusta á frekar á fólkið, það myndi ekki segja að fjármagn sé endilega vandinn. Það myndi miklu frekar segja að úthlutun og það hvernig þessu sinnt vandinn. Það að segja, og ég að velta fyrir mér út af því að þú ert að tala að hlusta fólkið, erum við þá ekki sammála því að það þurfa að verða einhvers konar svona samkeppnisfyrirkomulag innan þess hvernig við mótum okkur í heilbrigðismálum. Og því að heilbrigðismál þetta ekki lægstu tekjutíundirnar, hvorki hjúkrunarfræðingar né læknar. En aftur á móti þá mikil kulnun og það mikill vandi og það sérstaklega vandi varðar framleiðni. Erum við þá ekki saman það að það þarf að vera einhvers konar samkeppnisfyrirkomulag? Þó svo að þið ekki endilega meiri einkarekstur, heldur þið bara samkeppnisfyrirkomulag innan þess svona opinbera kerfi sem við erum með núna þegar í dag. Ég held að sko fólki á gólfinu, svo maður notið það hugtak, að það sé ekki að kalla eftir því sko. Ég held að það sjá ekki að það sé einhvern lausn. Jú, það verið út af því að hjúkrunarfræðingar eru hamingjusamir innan heilsugæslana. Þeir eru flestir hjúkrunarfræðingarnir og flestir sem og læknarnir líka ráðnir sem verktakar. Og það ég veit alveg að klínikinni þá hugsa, við erum ekki að fara að greiða einhver kulnunarlaun þegar fólk verið frí og okkur fleira þvíumlíkt, en fólk aftur á móti hamingjusamar út af því að það getur unnið rosalega mikið, getur sinnt mikilli framleiðinni og fær þá meiri umbun. Það mjög margir til dæmis heilbrigðisstarfsmenn sem að vinna 50% og 50% það að vinna Landspítalanum ákveðið mikið og svo þegar maður auka pening og taka fleiri vaktir inn á klínikinni. Þannig að það eitthvað sem að fólki á gólfinu að kalla eftir og ég veit að ég hef talað við læknar sem hafa unnið á bráðamóttökunni og fleiri sem hafa sagt nákvæmlega þetta. Þeir eru ekki með getu til þess að skara fram úr í starfi og þar af leiðandi engin hvati til þess að vera betri starfsmæður. Þar af leiðandi fara þeir yfir á klínikina þar sem þeir eru með ákveðið svigrúm til þess að geta bætt sína stöðu
og þá er það komin svolítið í svona sænska módelið. En ef við skoðum bara grunninn, ekki, þú veist, það er svo mikið álag á starfsfólkinu á gólfinu út af því að, þú veist, til dæmis starfsaðstæður eru ekki nógu góðar, út af því að þú ert að hlaupa hraðar af því, þú veist, mönnun er ekki nógu góð. Af hverju mönnun er ekki nógu góð? Því fólk vil ekki ráða sig þangað. Þá þarf kannski að skoða, þú veist, launakjörin. Og af hverju fólk í kulnun er það því það var að hlaupa svo hratt, af því það bara var að vinna í kerfi sem var bara í rauninni óásættanlegt. Þú ert að hlaupa hratt, þú ert kannski að rekast á fólk bara eitthvað fram að göngunum, þú nærði ekki einhvern veginn að fara afsíðis til þess að ná að bara móta hugsanirnar nógu skýrt það sem þarf að gera. Þannig að auðvitað þegar þú ert að hlaupa hraðar, að því við vorum ekki, þú veist, með nógu góðan aðbúnað fyrir starfsfólkið, þá auðvitað leiði það til álags, sem leiði til kulnunar, sem leiði til meira álags, að því fólk hugsa bara ég ætla ekki að ráða mig í þetta starfsumhverfi. En hérna er þetta gagnrýna mannafla? Ég er að gagnrýna aðbúnað sem mannaflinn þarf að í rauninni vinna við, það þarf að bæta aðbúnað. Mannaflinn er vandinn, sko. Það er ekki nægilega mikið af heilbrigðisstarfsfólki sem að vill vinna við þessar aðstæður. Út af slæmum aðbúnaði meðal annars, myndi ég halda. Nei, út af því að það er ekki nægilega margir starfsmenn. Það vantar allir með svæfingahjúkrunarfræðinga á skurðdeildirnar, það er núna í Fossvogi og á Hringbraut, sikkvor skurðstofan sem er ekki í rekstri, einfaldlega út af því að það vantar ákveðna hjúkrunarfræðinga. Á hverju vantar ákveðna hjúkrunarfræðinga? Það er út af því að þeir geta fengið betur laun erlendis. Það er svona fyrirkomulag þar sem að þetta er ekki peningavandamál, heldur það hvernig peningum er úthlutað. Og það yrði miklu minni kulnun ef að fólk myndi finna ákveðin tilgangi í sínu starfi og hafa getu til þess að vera inn í ákveðinu samkeppnismódeli þar sem þú ert að keppast við það að reyna að bæta þig í starfi á hverju einasta degi. En þegar við erum með þrönga launatöflu sem að stéttarfélögin krefjast að sé bara viðhaldið nákvæmlega eins og hún er, að þá erum við með stöðu þar sem þú ert með ákveðna gremju gagnvart þinni stöðu, þú ert ekki með getu til þess að skara fram úr starfi og þar, tökum bara Karolinska, þar sem að Björn tók við og hann byrjaði því að reka, 600 eða eitthvað heilbrigðisstarfsmenn. Bara til þess að ýta út fólki sem hann hafði ekkert að gera við. Það var 7. besta sjúkrahús í heimi fyrir örfáum árum. Það er þetta, skilur sem er langarlega að skilja og hann náttúrulega innleiddi DRG-kerfið, setti svona kapitalist samkeppnis kerfi á laggirnar. Þannig að svo við tölum bara, út af því að við erum að tala svo teknokrætismál, tökum bara breiðmyndina. Heldur þú að þú sért búin að keyra of mikið á bara þeirri hugmynd það að einkarekstur sé sjálfkrafa vondur, opinber rekstur er sjálfkrafa góður, að það sé kannski erfitt fyrir það að toga þig frá því. Þú veist, myndur til dæmis viðurkenna það ef að ég myndi bara sýna fram á bara með mjög miklum gögnum það að einkarekstur í heilbrigðiskerfi sé ekki endilega góður, heldur það bara svona búið til ákveðið samkeppnis fyrirkomulag innan opinbera kerfisins. Myndur segja bara já, ég bara hafði rámt fyrir mér, það er greinilega jafnaðarhugsjónin virkar ekki hérna. Eva, ég bara velta fyrir mér, við getum fært þetta yfir á húsnæðismálun og annað, skilur við, að bara jafnaðarhugsjónin mótar okkur alltaf að lægsta samnefnara. Myndur þú geta viðurkennt fyrir þér, skilur við, bara að jöfnuður sé kannski ekki sjálfkrafa góður við öll tækifæri? Mér finnst alltaf samingið. Segjum að þú sért með eitthvað einkafyrirtæki og segir bara eitthvað, hérna er fólk rosa ánægt. Okay? Þú kemur með dæmið, þú segir bara Sanna, hérna er einkafyrirtæki, hérna er starfsfólki ánægt, hérna er opinbert fyrirtæki, starfsfólki er óánægt. Okay? Og þú myndir spyrja mig, ætlar að viðurkenna að það er rangt fyrir þér, að því að sérðu, starfsfólki hérna er ánægt. Þá myndi ég segja bara, byttu, ég þarf fleiri gögn. Ég er líka mannfræðingur og mér finnst líka það þurfa alltaf að skoða samingið. Þannig að þú veist, auðvitað ef þú vinnur til dæmis, ég vil meina að aðbúnaður sé stór hluti líka sem þurfa að taka tillit til varðandi heilbrigðis starfsfólk og aðbúnaðin sem þau hafa inn á sinni starfsstöð, að þá tel ég að það spili líka inn í. Þú veist, ef þú ert einhvern veginn í kerfið þar sem aðbúnaðin er ekki nógu góður, auðvitað finnst mér það að vera mikilvæg hluti sem þurfa að líta til og ef þú ert kannski með einkarekstur sem hefur náð að búa til betri aðbúnað og það hefur kannski áhrif á starfsánægju, þá get ég ekki sjálfkrafa sagt bara eitthvað já, það er út af einkarekstrinum. Það er út af öðrum þáttum sem þarf að líta til. Þannig ég myndi alltaf þurfa að skoða hlutin í samhengi. En heldur þú gætir, er bara möguleiki að hafa rangt fyrir þér það að sósíalísk hugsun í heilbrigðiskerfinu sé ekki bestið þess fallin að veita sem besta þjónustu? Ég held það ekki, sko. En auðvitað vil ég, þú veist, segjum að einhver sýnir mér eitthvað, þú veist, þá vil ég bara hlusta á það og bara ræða það og þú veist, auðvitað bara, veit maður ekki alltaf, en það sem ég veit er að mín grundvallarhugsjón er svo að mér finnst að við eigum að hafa nógu góð kerfi sem er ekki fjárselt, að líka bara heilbrigði fólk sé ekki
svona uppspretta þess sem að einhver getur hagnast á, einhver einkaaðili. Það svona grunnhugmyndi mín að við eigum að geta haft heilbrigðisþjónustu, húsnæði, bara þessa grunnþætti sem að við þurfum að hafa í samfélaginu til þess að við getum einmitt fengið læknisþjónustu þegar við þurfum á því að halda, að þá bara er grunnhugsunum mín þannig að við eigum að geta byggt upp góð kerfi á samfélagslegum forsendum þar sem að við erum ekki í rauninni að treysta á einkafyrirtæki til að sjá þjónustu, því hvert markmið einkafyrirtækja, það er væntanlega að skila hagnaði, þannig að þú veist til þess að búa til betri þjónustu. En mér finnst bara mjög skrítið að einkafyrirtæki sé komin sko inn í rauninni þessi svona grundvallar mannréttindi. Þú veist, viljum við ekki frekar búið til góða þjónustu með því að skattleggja ríkasta fólki sem við léttum sköttum af svo að þið opinbera hafi nóg til að byggja upp nógu sterkt og öflugt heilbrigðiskerfi, og þegar að ég sem sósíalisti segi þetta, þá finnst mér auðvitað samt ekki að ríkisstjórnin sem er kosin inn eigi bara eitthvað að vera á þingi að móta stefnur og segja við vitum best, heldur einmitt byggjit upp út frá því sem að þú veist fólki á gólfinu hefur að segja, sem að almenningur hefur að segja þegar hann heimsækir heilbrigðisstofnanir, þú veist hvað þarf að bæta, skilur þú ferð á hérna bráðamóttökuna, býður heil lengi frammi, þú veist, þú ert bara eitthvað hvað er að frétta, af hverju að býða svona lengi, þú veist, af hverju er svona dýrt, þú veist, alls konar svona. Þannig að þú veist, mér finnst bara mjög eðlileg krafa að þetta sé eitthvað sem að bara við sjáum sem samfélag, en séum ekki að treysta á einkafyrirtæki til að veita þjónustuna sem getur síðan hækka gjaldskrana upp á öllu valdi ef þau vilja. Ég talaði við lækni daginn, hann var að vinna á bráðamóttökunni og hann sagði við mig hérna, og við vorum að ræða nákvæmlega þetta, við vorum að lengi á bráðamóttökunni og hann sagði hérna, ég fór á klínikina út af nákvæmlega þessu, út af því að það er engin hvati til þess að sýna fram á árangur. Og það er ekki út af því að starfsfólki sé eitthvað lélegt eða eitthvað þannig, heldur er bara ákveðin svona sílóismi innan kerfana, þar sem að bara þú ert með oflélegt fyrirkomulag sem byggir einmitt á því að það þurfa allir að vera opinberir rekstri. Og hann sagði, ég fekk einhvern inn og ég sendi hann annað til þess að taka eitthvað sýni eða eitthvað þannig, og hann sagði bara eftir svona 6 klukkustundir og bara sá ég hann aftur, út af því að það var enginn sem að við vorum bara ekki með nægilega haldbært kerfi til þess að takast á hann, út af því að hann sagði bara, þetta er ástæðan fyrir ég fór í einkarekstur, út af því að svona gerist ekki í einkarekstri, þetta er bara það sem myndi gerast í opinberu kerfi. Og hann fór í klíninguna og hann vinnur þar núna og er miklu hamingjusamari. Þannig að sko, eins og segi, ég skilði alveg sko, en aftur á móti þá held ég sko að margt af því svona það er áherslur sem maður er búin að heyra frá verkalýðshreyfingunni og til dæmis eins og menntamálunum og annað, sé eitthvað sem er til þess fallið að eftirspurn eftir einkarekstri verði gríðarlega mikil. Ég held mér ef að menntamálin batna ekki, þá munu spretta upp og einkareknar mentastofnanir mjög fljótlega. Ég vil aðeins áður heilbrigðismálin, sko ef að emitt, þú veist bara svona til að summera, þú veist ef það er ekki verið að setja allt sem þarf að setja í heilbrigðisþjónustuna svo starfsfólki geti sinnt vinnunni sem best, og þá er þetta býr það til álag og við erum ekki að veita sem bestu þjónustu, og ef við förum í þú veist einkarekstur og þá hefur það áhrif á gjaldtöku almennings þar sem að sumir geta keypt sig fram fyrir röðina, aðrir ekki. Ríkissjóður er þá farin að greiða inn í þessu einkafyrirtæki, þú veist, þá erum við í rauninni með mjög svona ójæmt þar sem að þeir sem að geta borgað, geta fengið þjónustu og aðrir ekki, og líka, svo ég taki aftur, við þurfum alltaf að fara í grunninn eins og það sem kennarar hafa verið að tala er að, þú veist, til dæmis að það þurfi bara minni hópastærðir, þú veist, ekki svona mörg börn í hverjum bekk. Það hafa aldrei verið færri börn á hvern kennara og það er færri börn núna á hvern kennara heldur en held ég öllum Norðurlöndunum. En þetta er allavega sem kennarar tala bara eitt af dæmunum sem hefur komið fram að þú veist, ef það væri færri börn í bekk að það myndi auðvelda starfið. Þannig þetta er eitthvað sem þarf að líta til. Þú veist, hlusta mitt á hvað kennarar er að tala sem er að segja bara eitthvað, ok, þú ert kannski með mörg börn í bekk og þú ert komið með stuðningin sem fylgir börnum kannski inn í bekkin. Þú veist, þetta er svo mikið. Þau eru að segja bara, hei, þetta væri betra ef við værum kannski bara með aðeins minni hóp. Þannig það er þáttur sem ég finnst alveg verst að skoða nánar. Já, ég vil eiginlega bara að kennarar fái kringu svona 1,8 milljóna mánuði og rýra kjör þeirra til langtíma veikinda. Það er allavega mín hugmynd til þess að betra og beta stöðuna, og eftir því sem að kennari skilar af sér betri börnum að þá fá þau hærri laun. En af hverju ætli það sé, þú veist,
langtíma veikindi. Við sjáum til dæmis bara að Það er ekki nægilega hálun launum mm, en þá myndur líka bara missa þennan rétt við myndum bara fá fullt af fólki sem var að sækja og líka að væri ákveðin reisn sko. Að það að segjast vera kennari bara, wow, ok, ertu kennari mér finnst það bara kennari að fá mjög góð laun en mér finnst líka, talandi sko að því ég get tengt allt við sko í rauninni innvega skuld og fjármögnun og allt það sem ítir líka undir álag hjá starfsfólki skóla auðvitað að þegar að við erum með mikla innviða skuld, þetta orð sem er nú ekki mjög skemmtilegt, en sko þú veist eftir hrun að þá og á síðust árum það hefur þurft að laga skólabyggingar sinna ýmsu viðhaldi og eftir hrun þá var ákveð að gera það ekki því að var ekki til nægt fjármagn sem bitnar á því að það þarf að fara núna að laga þú veist fullt af skólum og það komum rakavandamál og það komum mygla að því vorum með þessa innvegaskuld, því vorum ekki að halda byggingunum við og hvað þýr að þeirra koma rakavandamál og mygla, það þýr þetta að þú veist kennarar og börnin þurfa að flytja í einhverja aðra byggingu þar sem kennsla fer fram, það býr til álag, þannig að þú veist við sjáum bara, við getum bara rakið þetta skilju, þú veist það var ekki til nægt fjármagn til þess að viðhalda skólabyggingum, af hverju fjármagn ekki til að því við lækkum skatta á fólki sem átt að greiða til samfélagsins sem gera það ekki, þannig við höfum ekki nægt fjármagn til að geta í rauninni farið í eðlilegt viðhald. Við tökum það út einhvern veginn í skemmdum og húsnæði sem þýðir að það þarf að fara að færa heilu bekkina í aðrar byggingar með tilheyrandi kostnaði og álægi og þá fara kennarar í veikindi, þá þarf að greiða langtíma veikindi, á sama tíma mönnun er ekki nú góð því fólk hugsa bara býta af hverju ætti ég ráði mig í þetta starf þar sem ég kannski bara kenna í húsnæði sem er ekki nú gott. Þannig við sjáum bara þessi vítarhingur heldur áfram. Þessi vítarhingur heldur náttúrulega áfram út af því að það er engin, ég meina þetta er bara í öllum opinberum byggingum, út af því að það hefur engin hvata af því að viðhalda húsnæðinu í opinberum byggingum. Hvað meinar hvata? Hvati til þess að í rauninni það er engin sem að bera ábyrgð á því að húsnæði sé nægilega vel í stakk búið til þess að sinna sinni þjónustu. Er það ekki bara því það er búið að minnka þessar leggja niður ýmsar eftirlitsstofnanir og svona? Nei, held ég ekki. Ég held að það sé bara út af því að það er vandi, ég meina til dæmis eins og hjá Reitum og aðrir sem að sinna þjónustu við húsnæði að þeir eru ekki með þetta mikið vandamál. En Sanna, við þurfum að ljúka þessu. Þú ert þess að fara bjór. Já. Og þú ert að vera velja um til 2 einstaklinga til þess að fara bjór með. Ok. Og þetta hörku fyllir í. Bjarni Ben eða Sigmundur Davíð? Bjarni Ben. Þórhildur Sunna eða Svandís Svavars? Báðar. Það getur vel báðar? Þórhildur Sunna. Ok. Vill fólk heyra þetta? Er þetta eitthvað svona? Já, það er mjög mikil eftirspurn eftir þessu. Ég með þess að veistu hvað ég sá? Þú valdi Þórhildur Sunnu. Hún ég veit ekki, ég held að ég sé svo eini sem er með hennar leik og Þórhildur Sunna var einmitt í einhverju TikToki að kvarta yfir því eitthvað. Ég vinn aldrei í þessum leikjum en ég er samt mjög skemmtilegi bjór og þetta var einhver svona bandir. Kristrún Frosta eða Þorgerður Katrín? Kristrún Frosta. Sólveig Anna eða Gunnar Smári? Bæði. Það voru að velja. Sólveig Anna. Diljá Mist eða Jóhann Páll? Jóhann Páll. Rosalega vinstri sinni í þessu. Hver hefði haldið það? Sigurður Ingi eða Bjarki Olsen? Sigurður Ingi. Aha, þetta var ekki vinstri sinni aðeins? Nei. Hvað hvernig meitur stöðu VG? Sko þið mælist inni, mælist stærri en VG? Mér finnst sko áhugavert að því að oft kemur þessi spurning hver er munurinn á ykkur og VG? Ok, það eru fyrsta trúverðuleiki, öðru lagi sterk grasrót og í þriðja lagi þar sem að sósíalistar hafa verið að byggja upp sem hreyfing síðust ár og ég vil meina að við höfum sýnt fram á okkur sé treystandi og við sækjum umboð til þess að halda áfram breytingum. Við höfum sýnt að mitt í róttækri verkalýðsbaráttu eins og ég nefndi áðan. Við höfum sýnt fram á styrk okkar í borginni. Við höfum mitt byggt upp öflugan fjölmiðil, samstöðin. Þannig að við viljum bara halda áfram á þeirri vegferð sem við erum til þess að breyta samfélaginu. Já, breyta samfélaginu. Sko, það er eitt reyndar út af því að ljúkum þess að því. Það var daginn. Og þetta kjarnar svo ótrúlega vel það er svona áhugi sem ég hef gagnvart þessari hugmyndafræði. Þá var Sólveig Anna, það var einhver maður á Ítalíu sem skuldaði einhver laun. Var það ekki Ítalía? Jú, veitingastæðurinn, já. Einmitt. Og þau fóru fyrir framan staðinn með bíl og voru að kvarti. Svo fóru starfsmenn Ítalíu til Eflingar, töluðu þar við við að Þorsteinsson held ég. Voru að ágjöra því, heyrðu, þið eru bara að taka okkar allan reksturinn
við erum að tapa hérna stórfé, við erum að fara að missa vinnuna og Efling bara, já, nei, okkur er alveg sama þú ert að missa vinnuna, við erum bara hérna í stærri baráttu og þau enduðu að missa vinnuna veitingastæðurinn var lagður niður þau eru núna atvinnulaus út af einhverju baráttu sem átti að vera að verja kjör félaga sinna. Það er ekki Efling að kenna. Auðvitað Það er víst yfir maður Efling að ekki kenna. að standa í launaþjófnaði. Hvað er í Nei, gangi, sko? við erum alveg sammála því Það er vandamálið. en hann Launaþjófnaðurinn er vandamálið. já, en við erum samt sem áður, ég menna, ok, en er ekki hægt að fara í einhver svona öðruvísi aðgerðir eins og það ef að launaþjófnaður virkilega á sér stað þá hlýtur að vera hægt að lögsækja það getur ekki verið Það er svo bitlust. Stjórnvöld hafa ekki búið til nógu góða umgjörð svo að sé þetta tryggja þetta gangi en eftir. er þá hugmyndafræðin orðin svo sterk að við erum farin að réttlæta það að fólk missi vinnuna sem að vill ekki missa vinnuna segir að það sé ekki rétt það sem Efling er að segja að við séum bara, já, nei, það skiptir einhver mál út af því að þau með bara missa vinnuna. Menna, hvað ef þetta væri miklu stærri vinn, ef þetta væri bara 200 manna vinnustæður og Efling myndi bara sjá til þess að allir myndi missa vinnuna út af því að það væri einhver skíthæll sem var að reka staðinn, myndu þau segja. Þannig að þú vilt frekar að Efling standi aðgerðalaus hjá með launaþjófnaði, Nei. gera ekki neitt þegar fólki er búið að mæta lokum dyrum allstar og er bara eitthvað, við fáum ekki launin okkar, við erum búin að vera að vinna, fáum ekki launin okkar, við höfum reynda allt, þú veist, það er ekkert að virka og Efling líka benda á, þú veist, í kjarasamningum var samið að það yrði, þú veist, þetta yrði styrt, þannig að yrði auðveldara að sækja í rauninni laun sem hafa ekki verið greidd og það hefur ekki verið gert, á þá Efling að vera bara eitthvað, Nei, ég er alveg sammála, Efling á örugglega að vera, ég meina, ég hef notað stéttarfélagi til að sækja rétt, ég meina, ég trúnaði maður á mínu vinnustað, ég veit alveg hvernig þetta fer fram, ég veit alveg hvernig á að sækja kjör þeirra sem er ekki kannski í nægilega góðri aðstöðu til þess að kynna sig kjaramálum þannig að yfirmaðurinn getur ekki bara talað við kaf. Aftur á móti, þá getur leiðin fram á við ekki verið þannig að þú sér til þess að einhverju tugir missi vinnuna. Það er ekki vandamál Eflingar. Það er að sjálfsögðu Þessi, þú veist, ef það hefði ekki verið fyrir aðkomu Eflingar, þá hefðu þau ekki misst vinnuna. Ef það hefði ekki verið fyrir launaþjófnað sem að startaði þessu öllu saman, að því yfirmaður greiðir ekki laun, það er ekki hægt að koma ábyrgðinni af eigin gjörðum sem eru slæmar yfir á aðra. Já, við verðum ekki saman þetta. Eins og við vorum nú sammála allt hitt. Svona Magdalena, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst og gangi ykkur vel að ná í þessi 6,7%. Takk. Heyrðu, einreyndar. Já. Ætlar að halda áfram í ef þið komist ekki inn, þá heldur þú bara áfram í borgarstjórna, það ekki? Ég er með markið á að komast inn og ég er að taka þetta eitt skref í einu, þannig að ég er alltaf að taka þetta bara eitt skref í einu. Ok. Nú er gott að vera einhleypa ballus af því að allur minn tími fyrir að vinna fyrir almenning. Já, nákvæmlega. Já, gott að koma þessu plug-in, greinilega makaleitt. Nei, alls ekki. Gott að sjá þig. Takk.